Já. Þessi bjór dálítið svona, já, ég verð að segja það. Svartur. Það svart. Já, nú það svart. Það ekki hvít jól, það ekki rauð jól. Nei. Það kolsvart jól. En það alltaf þannig að núna eru vetrarsólstöður, það mesta myrkrið sem við getum fundið. Já, svartast dagur ársins. En ég náttúrulega annálaður trúleysingi. Já. Hvorki fermdist, er í þjóðkirkjunni eða nokkur annarri kirkju og þarna bara stendi það. Ok. En þetta stuðar mig. Aðeins. Svona jólinn þá kemur yfir mann helgislefnan sko, og maður þarf að syngja í messum og svoleiðis sko, bara upp á andan. Þú getur alltaf farið líka bara á vetrarsólstöðu blót á Ásatrúarfélaginu. Ég fór nú einu svona sumarsólstöðu blót hjá Ásatrúarfélaginu í Skagafirði og það var svo hundleiðin að ég... Var það nýi góðinn eða gamli góðinn? Það var nýi góðinn. Gamli góðinn, nei, við skulum ekki vera að baka það. Nei, alls ekki. Það var spennandi, ég ætla ekki að gera En hann er mjög duglegur í að halda upp á í grunninn alltaf eru jólin gömul heiðin hátíð, sko. Nákvæmlega. En ef maður er að blanda Kristi í málið, þá þarna... Já. Þetta er svona, já, þetta er stuðandi, en vonandi bjórinn góður. Já, þú ert að tala um bjórinn Antichrist. Já, ég er að tala um frá Lady Brewery. En ég meina, Lady Brewery er skemmtilegt koncept og þær eru góði grafískir hönnuðir og þær eru í því að stuða fólk og það er kannski til þessi leikurinn gerður. Og þetta stuðar menn og gera það verka að menn vilja brjóða. Eða kannski drekka trúleysingin með þetta. Gæti verið. Og þetta er náttúrulega, skilurðu, þetta er náttúrulega kolsvartur, næstu því 11% Imperial Stout. Þetta er svartur húmor. Og Imperial, hvað þýðir Imperial? Það er heimsveldis. En veistu hvað hann upprunni þessa hugtaks á bjórir? Já, ég veit það, ég ætla að leyfa þér að segja. Þetta kemur frá því að þegar Bretar brugguðu bjór fyrir rússnesku hirðina og þeir fluttu bjórinn frá Bretlandi til Rússlands og þá var það kallað Imperial bjór fyrir þessa rússa og þá þurfti hann að vera tiltölulega sterkur. Til þess að geymast. Þannig að það er svona grunnurinn þessu. Hins vegar er það náttúrulega Bandaríkjamenn sem hafa tekið upp þennan bjórstíl og gert hann svolítið að sínum. Og þetta er bjórinn sem var kannski í tísku í þriðju bylgjunni fyrir aftan okkur. Þegar við erum að höra á svona línulegum tíma. Þá voru Imperial Stoutar ægilega vinsælir og þetta var svona... Hvað eru mörg ár síðan? 5 ár eða svo? Já, 5, 6, 7 ár eitthvað svona þessu. En ef ekki að þarna smakka hann? Jú, við skulum smakka hann. Látum hann reyna. Koma okkar á... Já, þær hafa... Ég hef oft smakkað mjög góðan bjór frá. Þær eru góðar. Það er tilfelli. Maður sér það strax að fróðan reynir að sleppa úr dósinni. Já. Og það er kannski erfitt að segja hvort bjórinn sem tærið ekki, en mér sýnist það nú vera tærið þegar hann rennur hérna niður. Sýnist mér. Og það er mikill haus á honum. Mikill svona brúnn haus. Og hafbúblar í honum. Það er svona... Það er svona kvíslar aðeins bjórinn. Kannski munum við... Já, þegar fróðan er svona þétt, en sko þegar ég finn lyktina með eyrunum sko líka við. Já, það er svo mikið. Það er hérna... Þetta fer bara hérna í gegnum þarna göngin nefnhólið og það er falleg kremkennd fróðan á honum. Og hann er alltaf bara kolsvartur. Já, maður sér það ekki neitt sko, maður heldur að vera bara með... Þá er hann væntanlega einhvers vegar í rauðu sko. Hérna aðeins í távattina. Og það eru svona lappir á honum, leggir á honum. Ég vil aldrei muna þetta leggir sko. Hann er frosið í örðum með þetta leysing sko sem er náttúrulega slett á útlensku. Leysing? Það er það sem gerist á vorin? Já. Já, þetta er náttúrulega... Það er nú anilann. Og það eru áfengið. Áfengið alveg hrópar á móti þér. Og brenndir tónarnir. Brenndir tónar, já. Það er bara brunaliðið sko.
Það samt sko, þetta eru svona ávaxtakenndir brennitónar. Það svona rúsínur og það. Já. Áfengir. Já, þetta er svona svolítið, svona eins og þegar maður fær svona tunnu, svona romrúsinur, eitthvað svona í þeim þeirra átt, sko. Hann er ekki eins sætur og ég ætti vona. Nei, þannig sem gott. Já, en þessi brenndir tónar, þeir taka svolítið mikið yfir, sko. Það er svona sætir brenndir tónar sem fara bara vaxandi. Já, það minnkar drekkanleikar en bragðið er gott. Þetta er rosalega góður. Það er það er þessar rúsínur, aðeins vanilla, já. Og svo kemur þetta brennda eftirbragð og svona brenndur sykur. Púðusykur, já. Og í munnunum er hann þykkur og ekkert ofgasaður, sko. Já, munntilfingin er kannski hann aðeins of svona slímur á tungurinn fyrir mig. Já, en það er þannig sem hann á að vera, sko. Já, nei. Já, svona. Þessi súputanni, sko. Þetta er svona bjór sem er góður með forréttinum. Það sem er kannski 4 sem að deila dósinni, sko. Það þarf ekkert að vera, þetta er ekki bjór sem þú ætlar að fara með í kippu á næsta bál, sko. Þetta er svo sérri, það fæði sér pínulítið, sko. Fæði sér pínulítið og... Já, þetta er líka, þetta er svona fínt bara í eftirrétt. Já, þetta er bara... Hálft glasi eftirrétt. Og það sem við gerðum áður við smökkum bjórinn, við létum hann standa á bekknum. Eldhúsbekknum. Já, hann er ekki kaldur, sko. Í dálítinn tíma, þannig að hann er svona við kjallara hita og það skiptir rosalega máli líka að þetta er bjór sem á ekki að vera bara ískaldur. Þetta er líka bjór sem geymist, það er ekki spurning. Og geymist og verður bara betri eftir það er örugglega, sko, eftir 10 ára þessi bjór ennþá betri. Þannig að fólk sem er að koma sér upp kjallara, bjórkjallara, þá var þetta akkurat einn bjór sem var að kippa á í kjallaranum og fá sér á 2050, sko. Fjárfesting. Þetta er fjárfesting. Skál fyrir því. Helviti góð fjárfesting, en við skulum setja hann á... Já, við gleymum. Hérna. Ég verð að segja fyrir mig, mér finnst það mjög góð bjór, þannig að ég er bara mjög ofalega hérna. En drekkanleikinn er bara hérna, hér mér. Já, ég er ekki alveg jafn vatnið, sko. Ég get drukkið 1 glas af þessum bjór, en annar glas verður mjög erfitt. En málið er líka, sko, hann er það sterkur, hann er 10,5%. Já. Þannig að maður verður þarna skrítinn í hausnum að því að drekka of mikið af þessu. Já, það er náttúrulega markmiðið. Ekki endilega, nei. Stundum. Nei. Fólk drekkur fyrir bragðið, ekki fyrir áhrifin. Já, er það. Já. Það er. Herðu. En það leitibrugður í konur eru að standa sig ákala vel. Og ef við skála við þeim? Gleðileg andjól. Gleðileg andjól eða gleðilega miðvetrarhátíð.